Hér í áttagastofu Snæfellsbæjar í Ólafsvík eru kvenskörungar af nesinu að útskrifast úr þjóðbúningasaum. Þær tóku sig saman og hittust margar helgar. Einhver að sauma heilan þjóðbúning, einhver að gera við. Við skulum taka þær tali og heyra út af hvað þjóðbúningasaumur gengur. Margrét, þú hófar saman hérna af góðum konum í þjóðbúningasaum. Hvernig kom það til? Það kom þannig til að það búið í langan tíma alltaf einhverjar sem að langar til þess að sauma og það búið að tala oft það og ég bara ákvaði fyrra sumar að nú skildi ég bara gera þetta. Og ég auglýsti í ágúst og þær höfðu samband og það voru einhverjar 17 eða 18 sem höfðu samband. Og Hildur kom hérna á Ási í nóvember til þess að taka mál og svoleiðis og eftir stóð 10 manna hópur. Þú sjálf áttir fyrir fallegan búning, hvað varst þú að gera núna? Ég átti á peysuföt sem að ég á frá því, já ég er búin að eiga þau í ykkur 30 ár. En svo var ég núna að sauma sem sagt upplutt spól og skyrtu og það allt saman. Nú á ég sem sagt tvennskonar, get ég verið í tvennskonar. Gullið er frá tengdamóður minni og ég bara lét Ásmundur, hann sem sagt tók það og lagfærði það og gilti það en belti var ég búin að kaupa mér áður. Hvað er það sem svona námskeið gerir? Nú hittist þið nokkrar helgar og svona, er þetta stuðningur fyrst og fremst eða? Sko, hún náttúrulega tekur málin í nóvember og snýður alla búningana eftir máli sem er gríðarlega gott sko. Og hún kemur síðan með það, hún byrjar miðjan febrúar, þá kemur hún laugardag og sunnudag. Og þá byrjum við og hún sem sagt leiðbeinir okkur og þetta er 4. helgin sem við erum. Við hvað tilefni notar þetta? Ég hef notað minn búning þegar að barnabörnin hafa verið fermd og 17. júní og já, svona ýmis tilefni. 19. júní þegar að konur koma saman og halda hátíð. Þá hef ég klæðst í þetta. Og núna þegar þú ert komið báðabúningana þá þarftu nú heldur betur að útvíkka það eitthvað. Við þurfum að finna fleiri tilefni eða ekki? Já, nú ætlum við bara að skunda hér götur og á 17. júní við erum búin að tala það að við munum sem sagt búa okkur upp og fara hér og sýna okkur. Námskeið í þjóðbúningasaum. Segðu mér aðeins frá því hvernig þú byrjar með þessi námskeið. Já, ég er klæðskeri og kjólameistari og hátt í 30 ár síðan ég lærði og ég fór mér fljótlega í það að vinna við þetta og kenna og kenndi í 14 ár hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands. Þar byrjaði ég kringum 97 og ég bara kolféll fyrir þessum heimi og er náttúrulega bæði að sauma búninga í annríki og kenna og síðan hef ég síðastliðin 10 ár verið að læra sagnfræði til þess að geta dýpka skilning minn á þessu. Þannig að ég er eiginlega alveg kolfallin, djúptsokkin. Nú eru þið saman í þessu, þú og maðurinn, fullkomin blanda, þú veist allt um þjóðbúninginn og hvernig á sauman og hann er í skartinu. Hvað eru þið búin að vera lengi í þessu? Við stofnuðum Annríki 2011 og hann vildi fljótlega koma meira inn í þetta. Hann hefur góðan skilning á þessu en hann vildi alveg læra skartgripagerðina sem tengist búningunum. Þannig að hann fór í það að læra gullsmíði í tækniskólanum og sérhæfði sig eingöngu í víravirki og skartu við þjóðbúninga. Hann segist ekki að hafa neinn áhuga á skartgripahönnun. Þannig að þetta tengist eingöngu búningunum hjá okkur, bara alfarið. Þannig að í annríki þá erum við mjög sérhæfð. Við erum með saumastofu, gullsmíðavestæði, við erum með litla búð sem þjónustar allt varðandi búningana. Við erum með námskeið, bæði heima í annríki og svo út á landi. Og síðan erum við með mjög stórt búningasafn. Og svo hefur nú verið þannig í mínu námi í sagnfræðinni að heimildir búninga, eldri búninga eru oft bara skriflegar. Þannig að það hefur svolítið sett mig í þá stöðu og ég verði einfaldlega að búa til tilgátu búninga.
Þannig að í safninu líka heilmikill fjöldi af tilgátu búningum sem hafa alls ekki varðveist, heldur eru bara unnir og endurgerðir eftir skriflegum texta. Þú ert hérna á nærfötunum, það ekki rétt hjá mér? Jú, ég hérna á nærfötunum og ég gerði það til gamans í dag að koma í þessum búningi til þess að sýna nemendunum mínum hvernig þróun búningana Og það nú einfaldlega þannig með öll föt að þau verða ekki til bara einn daginn. Þetta mjög, mjög löng þróun og mikil saga. Og svona Íslendingar í dag þekkja kannski best sögu 20. aldar búningana, en búningar eiga sér sögu jafn langt og landnám á Íslandi. Þannig að sagan sem ég kannski mest að vinna með ég svona að reyna að fikra mig inn á 17. öldina. En heimildir verða erfiðar og erfiðar eftir því sem lengra líður. Finnurðu fyrir miklum áhuga meðal Íslendinga fyrir að sauma sér búning? Já, á þessum 25 árum sem ég búin að starfa við þetta, þá hefur orðið gríðarleg breyting þar á. Og fjöldi, þetta náttúrulega aðalega konur, en þó koma nú oft líka karlmenn, en fjöldi búninga sem saumaður í dag, hann bara margfaldast.